höldum áfram með föstudagsþáttinn en hann kominn hingað Skúli Gauta úr Sniglabandinu. Velkomin. Takk. Þið eruð að fagna 30 ára afmæli ykkar, til hamingju með það. Já, takk. Geturðu sagt mér til að byrja með hvernig fæddist Sniglabandið? Sniglabandið varð, já, þetta svona, Sniglabandið varð eiginlega óhjákvæmilega til að því að það voru stofnað þetta bifélagsamtök lýðveldisins og það var fljótlega ljóst það var fullt af svona mönnum sem voru eitthvað að spila og glamra á hlis og það var fljótlega ljóst bara að það yrði að stofna Sniglaband, þannig að það var, ég setti auglýsingu í Sniglafréttir með svona málgagn samtakana, það kom bara fullt af auglýsingum strax og framan af þá var hljómsveitin mjög svona tengd bifélagsamtökunum, en síðan svona bara öðlaðist hún sitt eigið líf og hefur svona starfað óháð mótorhjólum, við erum svolítið mannabreitingarnar í kringum 1990 og við erum svona 3 sem eru svona hjólamenn og svo eru 3 sem eru tengjast mótorhjólum ekki neitt. Ok, og hvað eru margir sem eru af þessari upprunalegu hljómsveit ennþá? 3. 3? Já. Ok, og hvernig ætlið að fagna afmælinu? Við ætlum að vera með tónleika í Hörpu sem er mikið lagt í haust, 3. október og verðum með svona fleiri tónleika í kringum það, svona hér og þar á landið og þessi tónleikar sem að verða sem sagt á morgun eru á Grænahattinum, þeir eru svona undirbúningstónleika fyrir þessa tónleika í Hörpu. Kannski má segja þessu opin æfing, en það er nú eiginlega þannig með tónleikana hjá okkur að þeir eru alltaf dálítil óvissuferð, maður veit aldrei almennilega hvað gerist og það skiptir ekki öllum, stundum erum við búin að ákveða alveg hvað við ætlum að gera, svo bara gerist eitthvað allt annað. Það er bara, við erum bara fannir að taka því bara. En þegar þú horfir tilbaka síðustu 30 ár, hvað er eitthvað sem stendur upp úr? Hvernig rekur þennan feril? Það var náttúrulega mjög gaman sérstaklega þessi fyrstu gig voru alveg svona ógleymanleg mörg og við höfum farið í gegnum svona ýmsa fasa og fórum 1989 þá fórum við í fræga ferð til Sovétríkjanna sálugu, tónleikaferð á mótorhjólum og það var alveg ofboðslega mikið ævintýri, það var bara ævintýri lífsmins. Við vorum í mánuð, ferðuðumst Sovétríkin á mótorhjólum og það var í eina skiptið í sögu Sovétríkjanna sem var veitt leyfi fyrir svona mótorhjólahóp. Vá, gera það betur. Já, og það var dálítið merkilegt að það var bara verið veitt vegabréfsáritun fyrir einstaklinga, það var aldrei hópur og það var rosalegt mál að fá vegabréfsáritun fyrir það, það var rosaleg vinna. Og fóruð þið með allt draslið á mótorhjólum? Nei, við vorum með 5 mótorhjól og svo keyptum við sendiferðabíl út í Þýskaland og fórum með hann til Sovétríkjanna með allt draslið. Það var mikil útgerð og þá var svo lítið upplýsingaflæði yfir játntjaldið. Þannig að við sögðum bara að við værum heimsfrægar rockhetjur og vorum bara trýtaðir sem slíkar. Það var komið fram með okkur bara eins og Guði, Já, og svo spiluðu þið líka, hafið spilað náttúrulega víðsvegar landið í gegnum þessu. Já, við höfum búin að spila á hverju einasta plássi á landinu, nema Borgarfjörð eystra. Þannig að ég held að það vonandi að við verðum að sækja með bræðslunni. Við verðum að sækja með bræðslunni, að klára dæmi. Þegar við gefum út þó nokkuð margar plötur, segðu mér aðeins frá þeim, stikla á stóru kannski. Já, það er nú allavega fyrsta platan eiginlega sem var eiginlega ekki gefin út af Sniglabandinu heldur fyrirbæri sem hét Lagavalsnefnd bifélagsamtakanna sem þegar það var ákveðið. Það var svona lítil plata, þá var bara vínillinn allsvæðandi og lítil, svona 45 stundinga plata nema hvað það var svo mikið mála í plötupressunni að það var enginn að gefa út 45 stundinga plötur, það voru að gefa út svona langplay. Þannig að þeir buðu okkur að þeir myndu bara pressa stóra plötur og það var bara autt svæði á plötunni svona yst og svo gáfu við okkur hvít albúm og við sögðum alveg svellkaldir að þetta væri úthugsað því að þetta væri bara handfang. Já, maður getur gripið utan með að naga plötuna eða eitthvað
rýrði ekki hljómgæðin og svo myndskreittum við hérna albúmin svona með túspennum, alltaf fyrir hvern og einn. Og þessi plata alveg rockseldist upp á mettíma. Og eftirsóttir safngripur í dag. Já. Svo höfum við gefið út margar, það eru gefið út ýmsa geisladiska. Eina af þeim svona, sem mér þykir vænstum þetta stóra svarta sem við gáum út 1993. Og þá fylgdum við því eftir með mikilli tónleikaferð landið. Og það mörg lög sem hafa lifað góðu lífi á henni. Já, það var svona hittara plata. Já, margir svona hittarar á henni. Og hún lifir bara ágætlega, ef maður hlustar á hún er ekkert mjög, hún eldist ágætlega. Já. Svo gerum við aðra plötu 2007 sem heitir Vestur, sem ég þykir líka voðalega vænt og svo gerum við jólaplötu núna, svona 2010 eitthvað svoleiðis. Jól meiri jól. Og hún líka svona á vissan sess í hjarta mín. Annars þykir mér vænt, þetta er eins og að gera upp á milli barnanna sinna. Já. En þið eru búsettir hist og her landið eða hvað? Já, þeir eru allir búsettir fyrir sunnan. Ég er búsettur hérna á Akureyri. Það hefur ekki verið neitt sérstakt vandamál. Það eru góðar samgöngur. Æfið þið mikið, hittist þið mikið? Sko, þessi hljómsveit æfði dálítið svona bara rétt í upphafi. Síðan bara æfði hún eiginlega ekki neitt í svona 29 ár. Og síðan núna allt í einu gerðist það fyrir eitthvað kraftaverk að fara að æfa allt í einu og það er bara alveg ágætt. Ég er endur erfitt með að komast á æfingar. Það er dálítið svona erfitt að verja það í heimilisbókhaldinu. Fljúga suður á æfingu. Já. En svo eru þið og hafið við verið með útvarpsþætti og eru með þá núna. Já. Við byrjuðum með þá, við vorum fyrst byrjaði á Rás 2, síðan vorum við á aðalstöðinni Sálugu og þá svona, þar byrjaði ýmislegt gott eins og radíusbræður og fleiri. Og síðan færðum við okkur yfir á Rás 2. Það var miklu eðlilegra, þetta er svona í eðli sínu þáttur sem allt landið er undir. Svona, og það er mikið verið að hringja bara alls staðar að landinu og já, þátturinn gengur út af það, hlustendur hringja inn og biðja óskalög og við höfum það fyrir reglu að bara spila alltaf, verða alltaf við óskinni. Já, þannig að þið sjálfur spilið lögin. Þó svo að við kannski þekkjum það ekkert voðalega vel. Og meira að segja, sko, höfum við lent í það að spila lög sem við vissum ekki hausni sporð á, vissum ekkert. En ég bara, við letum vaða bara á spilunum og ég þóra fullir að lagið sem við spilum, það var ekki síðra heldur en orginallagið. Hvað lag var þetta, má ég spyrja? Það var til dæmis eitt lag sem heitir She's Gone. Já. Það var nú ágætlega þekkt, en það var beðið það þegar það var alveg nýtt og við þekktum það ekki neitt. En þá þóttist við misheyra og spyrja okkur, ég heldum að verið að biðja C-moll, þannig að við spilum bara C-moll. Já. Og það kom bara vel út. Já, ekki. En eru þið alltaf allir í hljóðverinu þá þegar að... Já. Þegar við erum í hljóðveri, sko, svo framan á vorum við alltaf í hljóðverin, síðan höfum við bara verið að prófa það að vera á bara alls konar stöðum og við ætlum til dæmis að senda út þáttinn núna á sunnudaginn af Græna hattinum. Já. Og verðum með tónleika samt annað kvöld og laugardagskvöld og síðan á sunnudaginn klukkan 1 þá verðum við með beina útsendingu og það er bara fólkið frjálst að koma og vera með. Það er óvissuferð sem sagt fyrir þá sem mæta á Græna hattin á morgun. Já. Og líka í útvarpinu. Og svo eru það tónleikarnir í Eldborg, hvenær eru þeir dagsettir? 3. október og miðasalan er hafin. Hvar getur maður keypt miða? Á hörpu.is og ábyggilega miði.is, ég reikna með því. Ætlið þið svo að fara eitthvað á fleiri staði á landinu? Já, við erum á Flandri, svolítið landið, við verðum á Hvammstanga næstu helgi og svo eitthvað staðar á Suðurlandi, ég er nú ekki með þetta í kollinu. Nei, en það er allavega nóg framundan. Já. Fullt að gerast. Til hamingju með afmælið og takk fyrir komuna. Takk. Við höldum áfram með föstudagsþáttinn hér eftir augnablik. Snillt. Fínt.